Short stories in Nýsjálandi langöki. 8. Hylkið. Kafli 1 Hylkið. Það byrjaði fyrir mörgum öldum síðan. Umhverfið á jörðinni var í slæmu ástandi. Fólk vantaði plás. Það vildi frelsi. Þess vegna fór fólk að flytjast til annarra plánetna. Það stofnaði nýlendur í öðrum heimum, einum á eftir öðrum. Til að byrja með var friður og velgengni. Hinir ýmsu heimar voru ekki aðskildir. Þeir unnu saman sem hópur. Þeir þörfnuðust hver annars. En ástandið breyttist. Íbúunum fjölgaði hratt. Það vantaði meiri mat á einstakka plánetu. Það vantaði meiri bitðir. Hver nýlenda vildi meira fyrir sjálfa sig. Þá byrjuðu vandræðin. Stríð byrjuðu alls staðar. Það urðu breytingar á pólitískum skoðunum og samningum. Nýlendur börðust land, vald og vopn. Að lokum voru tvö helstu heimsveldin eftir. Jarðarbúarnir og kalkverjarnir. Og bæði heimsveldin vildu eignast allt. Stjórn jarðarbúana var staðsett á jörðinni. Höfuðborgin var í París í Frakklandi. Embættismenn hittust í stjórnarráðinu. Þar ræddu þeir mál eins og löggjöf, efnahagslíf, orkumál og stríðið. Keisari jarðarbúana var gamall maður sem hét Valur. Hann hafði verið kosinn til embættisins fyrir mörgum árum. Kosningarnar voru ekki heiðarlegar en Vali var sama það. Hann hafði farið fyrir í mörgum stríðum. Hann hafði tapað aðeins fáeinum þeirra. Hann var stjórnandi sem gerði hvað sem var til að sigra. Dag einn talaði Valur við ráðherrana sína í stjórnarráðinu. Við þurfum að stöðva stríðið, hrópaði hann. Efnahagur heimsveldis okkar ræður ekki við meira stríð. Fólkið okkar svangt. Það vantar vegi í borgunum okkar. Marga jarðarbúa vantar heimili, ljós og mat. Gæsalöpp. Maður að nafni Alvar talaði. Hann var sá ráðherra sem Valur treysti best. En herra, sagði hann. Kalkverjarnir eru sífellt að ráðast á okkur. Við getum ekki bara setið hérna. Þessi þjóð þarf að hafa sterkan her. Við verðum að verja okkur. Gæsalöpp. Ég sammála, en það eitt sem við getum gert. Ég hef, sem, 66, gert svolítið. Allt í einu voru mikil læti fyrir utan herbergið. Dyr opnuðust. Öryggisvörður kom inn. Hann hélt utan konu. Hún var að berjast og hrópa. Slepptu mér. Ég með fréttir fyrir keisaran. Slepptu mér. Gæsalöpp. Valur keisari leit í áttina að dyrunum. Hvað að gerast? Hrópaði hann. Hér fundur í gangi. Gæsalöpp. Afsakaðu, herra, sagði vörðurinn. Þessi kona vill tala við þig. Hún segir að það sé mikilvægt. Gæsalöpp. Allt í lagi. Talaðu. Hvað það? Gæsalöpp. Konan varð allt í einu mjög taugaóstyrk. Hún hafði aldrei talað við keisaran. Hún talaði hægt. Hæsti. Hæsti. Hæsti keisari minn, afsakaðu hegðun mína. En ég með fréttir. Gæsalöpp. Hvers konar fréttir? Spurði keisarinn. Svo bætti hann við, flýttu þér. Þetta mikilvægur fundur. Gæsalöpp. Það hefur hylki lent á bóndabænum mínum, keisari. Gæsalöpp. Hvað þá? Gæsalöpp. Geimhylki. Ég held að þetta sé kalkneskt geimhylki, keisari. Gæsalöpp. Hvernig veistu að þetta kalkneskt hylki? Gæsalöpp. Maðurinn minn. Hann barðist við kalkverjana. Hann lýsti þeim fyrir mér. Gæsalöpp. Ráðherrarnir og keisarinn þögðu. Loksins spurði Alvar, ein árásin enn. Eru þeir að ráðast á höfuðborgina? Gæsalöpp. Nei, sagði konan. Það eru engin vopn í hylkinu. En það eitthvað þar inni. Gæsalöpp. Inni í því, sagði keisarinn. Hann horfði herbergið. Hvað gæti verið þar inni? Gæsalöpp. Ég veit það ekki, sagði konan. Ég var of hrædd til að athuga það. Gæsalöpp. Keisarinn kallaði á verðina. Hann sagði þeim að fara á bóndabæinn með hraði. Verðirnir og konan fóru upp í öggutæki. Alvar ráðherra fór með þau. Á leiðinni talaði Alvar við konuna. Hvað heitir þú? Spurði hann. Ég heiti Klara. Gæsalöpp. Klara, það fallegt nafn. Ertu bóndakona? Gæsalöpp. Já, bærinn allt sem ég á eftir. Gæsalöpp. Býrð þú með manninum þínum?
Maðurinn minn dó í stríðinu. Gæsalöpp. Allt í einu leið Alvari óþægilega. Hann skipti umræðuefni. Hvernig lítur hylkið út? Gæsalöpp. Klara virti hann vandlega fyrir sér. Ég vildi frekar að þú sæir það sjálfur, sagði hún. Síðan sneri hún sér frá honum. Jæja, allt í lagi, sagði Alvar hissa. Þau þögðu það sem eftir var af ferðinni. Ökutækið kom að bænum hennar Klöru. Alvar og Klara fóru út. Þau gengu að hylkinu. Verðirnir biðu í ökutækinu. Það voru blettir alls staðar á jörðinni. Hylkið lá á hliðinni. Það var opið. Klara, ég hélt að þú hefðir ekki litið inn í hylkið, sagði Alvar. Fyrirgefðu. Ég sagði þér ekki sannleikann. Ég vildi ekki segja neitt. Ekki fyrr en einhver annar hefði séð það. Gæsalöpp. Séð hvað? Gæsalöpp. Sjáðu. Gæsalöpp. Alvar fór hægt upp að hylkinu. Í fyrstu sá hann ekkert. Svo sá hann það. Inni í hylkinu var lítil stelpa. Þetta er barn, kallaði hann. Hann leit á Klöru með undrun. Já, það er þess vegna sem ég hvorki snerti það né sagði nokkuð. Ég vissi ekki hvað ég ætti að gera. Ég vildi finna lækni en... Gæsalöpp. Nú, hugsaði Alvar. Stelpan er meðvitundarlaus. Hún gæti þurft meðferð. Við þurfum aðstoð. Alvar hljópaði ökutækinu. Hann sagði, vörðunum að kalla í lækni. Síðan tók hann litlu stelpuna varlega upp. Hann fór með hana inn í húsið hennar Klöru. Hann lagði hana á rúm. Hálftíma seinna var stelpan ennþá meðvitundarlaus. Að lokum fór Alvar út úr herberginu. Klara fór með honum. Svo, segðu mér, sagði Alvar. Veist þú nokkuð meira hylkið? Nei, en það er kalknest, ekki satt? Sagði Klara hægt. Jú, gæsalöpp. Og barnið, gæsalöpp. Hún lítur út fyrir að vera kalknesk líka. Gæsalöpp. Hvað er hún þá að gera hér? Af hverju hafa þeir sendt okkur barn? Ég veit það ekki, svaraði Alvar. Þegar hún getur talað segir hún okkur það kannski. Gæsalöpp. Hefur hún virkilega ferðast í gegnum geiminn? Gæsalöpp. Svo virðist vera. Sennilega var annað stærra geimskip. Hún var, sennilega sett í hylkið. Svo var hún skilin eftir nálægt jörðinni. Líklega lendi hylkið hér af eigin ramleik. Gæsalöpp. Loksins heyrðist í ökutæki að renna í hlað. Læknarnir komu inn. Þeir vildu skoða stelpuna strax. Alvar og Klara héldu sér fjarri. Það var orðið áliðið. Alvar virtist vera svangur. Klara bauð honum að fá sér eitthvað að borða með sér. Áttu börn, Klara? Spurði Alvar á meðan hann borðaði. Nei, við hjónin vildum eiga börn. En þá kom stríðið og... Gæsalöpp. Mér þykir það leitt. Gæsalöpp. Það er allt í lagi, sagði hún og brosti dapurlega. Á meðan hann borðaði leit Alvar í kringum sig. Þetta var notalegt hús. Það var hreint og einfalt. Það var hús konu sem býr ein. Eftir smástund tók Alvar eftir því að Klara var að horfa á hann. Vildir þú spyrja mig eitthvað, Klara? Spurði hann. Já, gæsalöpp. Jæja, talaðu. Gæsalöpp. Hvað ætlar þú að gera við barnið? Gæsalöpp. Alvar þagði smástund. Loks sagði hann henni sannleikann. Ég veit það ekki. Ég veit jafnvel ekki af hverju hún er komin hingað. Gæsalöpp. Skyndilega hljóp einn læknanna inn í eldhúsið. Litla stelpan er vakandi. Hún getur talað. Gæsalöpp. Kafli 1 upprifjun. Samantekt. Það er stríð milli tveggja heimsvelda jarðarbúana og kalkverjana. Keisari jarðarbúana er á fundi með ráðherrum sínum. Allt í einu kemur kona. Hún segir að það sé kalknest geimilki á bóndabænum sínum. Alvar er ráðherran sem keisarinn treystir best. Hann fer á bæinn. Í hylkinu finnur hann litla stelpu. Í fyrstu er stelpan meðvitundarlaus. Svo vaknar hún. Orðaforði. Ístand. N. Hægri svigi. Sjöundi tjón. Ílenda. F. Hægri svigi. Kólóni riður. M. Hægri svigi. Peyase. Skilin. Ati. Hægri svigi. Separate. Jölkató gróf. Vald. N. Hægri svigi. Póver. Heimsveldi.
N. Hægri svigi, empir, embættismaður, M. Hægri svigi, official, public servant, stjórnarráð, N. Hægri svigi, government offices, auðgjöf, F. Hægri svigi, laf, legislation, efnahagslíf, N. Hægri svigi, economy, keisari, M. Hægri svigi, emperor, embætti, N. Hægri svigi, official position, office, áðherra, M. Hægri svigi, minister, IT, N. PL. Hægri svigi, noise, disturbank, hegðun, F. Hægri svigi, BVOi, ylki, N. Hægri svigi, gassu emur, M. Hægri svigi, spassi, eitt lettur, M. Hægri svigi, markpath, indrun, F. Hægri svigi, surprise, vonder neðvitundarlaus, ati. Hægri svigi, ungonskíus neðferð, F. Hægri svigi, triahment, af eigin ramleik on its own, be itself nér þykir það leitti, sorry. Aka eftir tónnótise, skilningsspurningar, veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 1. Það er stríð á milli. A. Alvars og vald keisara. B. Jarðarbúana og eiginmanns Klöru C. Jarðarbúana og kalkverjana D. Klöru og vald keisara. 2. Keisarin er á fundi með A. Alvari og kalkverjunum B. Ráðherrunum sínum C. Klöru og eiginmanni hennar D. Litlu stelpunni og Alvari. 3. Klara segir keisaranum að A. Það sé lítil stelpa í húsinu sínu. B. Það sé hylki á bóndabænum sínum C. Eiginmaður sinn hafi dáið í stríðinu. D. Alvar þyrfti að fara heim til sín. 4. Í fyrstu A. Segir litla stelpan Alvari frá heiminum sínum. B. Vill litla stelpan ekki tala vegna þess að hún er feimin. C. Grætur litla stelpan sárt. D. Getur litla stelpan ekki talað vegna þess að hún er meðvitundarlaus. 5. Klara býður Alvari A. Kaldan drykk. B. Kaffibotla. C. Stað til að hvíla sig á. D. Eitthvað að borða. Kafli 2 stelpan. Stelpan úr kalkneska hylkinu var með meðvitund. Einhver þurfti að tala við hana. Alvar var ráðherra keisarans. Hann var manneskjan til þess að gera það. Hann gekk inn í svefnherbergið. Klara fór með honum. Þau settust. Stelpan var syfjuleg að sjá. Loks spurði hún hægt, hvar er ég? Þau Klara og Alvar litu hvort á annað með undrun. Hún talaði þeirra tungumál. Stelpan leit í kringum sig. Hún sá verðina. Allt í einu varð hún mjög hrædd. Einn læknanna gaf henni lyf til að róa hana. Eftir smástund sofnaði hún aftur. Klukkutíma seinna opnuðust augun í stelpunni. Hvar er ég? Spurði hún. Svo leit hún á Alvar. Hver ert þú? Spurði hún. Hún talaði málið þeirra nokkuð vel. Sæl, sagði Alvar. Ég heiti Alvar. Þetta er Klara. Við erum jarðarbúar. Reyndu að vera róleg. Hann þagði smástund. Hvernig líður þér? Gæsalöpp. Það er allt í lagi með mig, svaraði hún varlega. Hún treysti þeim ekki. Við viljum ekki gera þér mein, útskýrði Alvar. Stelpan var ennþá hrædd. Hún svaraði ekki. Klara gerði tilraun. Sæl vinan, sagði hún hægt. Getur þú sagt mér hvað þú heitir? Gæsalöpp. Ég heiti Maja, svaraði stelpan. Það er allt í fínu lagi, Maja. Ég heiti Klara. Og þetta er Alvar. Þú ert í mínu húsi. Þú varst meitt. Við höfum verið að gæta þín. Gæsalöpp. Er ég í höfuðborginni ykkar? Spurði stelpan. Hún leit út glugga. Það var orðið áliðið. Hún gat ekki séð mikið í gegnum glerið. Hún gat aðeins séð nokkur tré og akra. Þetta lítur ekki út eins og borg, sagði hún hissa. Þú ert nálægt höfuðborginni en ekki í henni, útskýrði Alvar. Keisarin er ennþá langt í burtu. Gæsalöpp. Þegar stelpan heyrði orðið keisari varð hún aftur hrædd. Ég vil ekki fara heim. Ég er orðin 13 ára. Ég get tekið mínar eigin ákvarðanir, æpti hún. Alvar var hissa. Af hverju vildi barnið ekki fara heim? Af hverju sagði hún þetta? Það var eitthvað skrítið að gerast. Af hverju viltu ekki fara heim? Spurði hann. Mér líkar ekki við kalkíu. Gæsalöpp.
Þér líkar ekki við Kalkíu? Spurði Alvar með undrun. Hvað meinar þú? Gæsalöpp. Ég vil ekki búa þar lengur. Gæsalöpp. Af hverju segir þú það? Gæsalöpp. Sko, í fyrsta lagi er fjölskyldan mín aldrei heima. Gæsalöpp. Já. Og hvað? Gæsalöpp. Þau hunsa mig. Þau eyða engum tíma með mér. Þau kæra sig ekkert mig. Gæsalöpp. Svo fjölskyldan hunsar þig, sagði Alvar. Já. Punktur. Í lengri tíma núna. Gæsalöpp. Og vegna þess að þú varst einmana komst þú hingað? Spurði Klara. Já. Faðir minn er alltaf að vinna. Móðir mín er alltaf að ferðast. Ég er bara heima með fólki sem lítur eftir mér. Faðir minn borgar þeim til að líta eftir mér. Mér líkar ekki að vera með þeim. Gæsalöpp. Alvar var nú farin að skilja. Stelpan hafði strokið að heiman. Bítu nú aðeins, Maja. Ert þú að segja mér að þú hafir farið að heiman? Að þú hafir strokið? Gæsalöpp. Stelpan leit niður. Já, svaraði hún. Alvar stóð. Hann leit niður á stelpuna. Afsakaðu mig. Ég þarf að fara. Út. Gæsalöpp. Alvar fór út úr húsinu. Klara fór á eftir honum. Hann stóð og horfði á fallega bæinn hennar Klöru. Hann var að hugsa. Hann virtist eiga erfitt með eitthvað. Hvað ert þú að hugsa, Alvar? Spurði Klara. Eitthvað hér er ekki eins og það á að vera. Gæsalöpp. Hvað meinar þú? Gæsalöpp. Stelpan strauk að heiman. En hún kann ekki að fljúga geimskipi. Hún er 13 ára. Gæsalöpp. Ég skil. Einhver hefur hjálpað henni. Gæsalöpp. Já. En hver var það? Gæsalöpp. Komumst að því. Gæsalöpp. Alvar og Klara gengu aftur inn í húsið. Þau fóru inn í svefnherbergið. Sæl, sagði Maja. Sæl aftur, sagði Alvar og brosti til hennar. Maja horfðist í augu við Alvar. Ég fer ekki heim. Mig langar að vera hér, sagði hún ákveðin. Og af hverju vilt þú vera hér? Gæsalöpp. Eins og ég sagði, líkar mér ekki við fólkið sem sér mig. Gæsalöpp. Ég trúi þér ekki, sagði Alvar rólega. Þetta er sannleikurinn. Gæsalöpp. Já. En ekki allur sannleikurinn, er það? Gæsalöpp. Hún andvarpaði. Nei, það er frá meiru að segja. Gæsalöpp. Ég hélt það. Segðu mér. Gæsalöpp. Við erum að tapa stríðinu. Fólkið hefur engan mat. Margt fólk hefur engan stað til að búa á. Við getum ekki lifað þetta af miklu lengur. Ég er hrædd. Gæsalöpp. Alvar settist við hliðina á Maju. Hann virti hana vandlega fyrir sér. Þú mátt vera hér í bili, útskýrði hann. En þú þarft að skilja að heimarnir okkar tveir eiga í stríði. Gæsalöpp. Ég veit það, staðhæfði hún skjóklega. Ég er 13 ára en ekki 6. Gæsalöpp. Alvar hló. Þá skilur þú hvað ég meina. Það er margt sem kemur inn í þetta, bætti hann við. Það gæti orðið gríðarlegt mál út af þessu. Það má búast við afleiðingum bæði á landsvísu og alþjóðlega. Gæsalöpp. Já, sagði Maja og leit niður. En það er ekki vitað enn hvar ég er. Bætti hún snöggt við. Ég get bara beðið í nokkra daga. Síðan get ég farið eitthvað annað. Gæsalöpp. Alvar horfði á hana. Það var komin tími til að finna út úr því hvernig barnið hefði komist þangað. Maja, það er ekki einfalt að ferðast með geimilki. Þú komst ekki hingað allein. Þú ert of ung til að ferðast í gegnum geimin án hjálpar. Gæsalöpp. Maja leit upp. Það er rétt hjá þér, sagði hún hljóðlega. Ég kann ekki að fljúga geimskipi. Gæsalöpp. Hver gerði það þá? Gæsalöpp. Það get ég ekki sagt þér. Gæsalöpp. Alvar var mjög þolinmóður. Sem ráðherra var hann vannur því að skipta við fólk. Maja, við þurfum að vita hver hjálpaði þér. Án þess að vita það getum við ekki hjálpað þér. Gæsalöpp. Maja þagði. Svo sagði hún, það er. Punktur. Það er. Punktur. 66. Ekki hafa áhyggjur. Þér er óhætt, sagði Klara lágri röddu. Maja leit á þau. Svo sagði hún, það var Valur, keisarinn ykkar. Hann hjálpaði mér. Gæsalöpp. Alvar stóð snögglega á fætur. Hann horfði áhyggjufullur á Maju. Svo horfði hann á Klöru. Verðirnir horfðu á þau öll.
Valur, sagði Alvar. Það getur ekki verið. Gæsalöpp. Maja leit aftur niður. Jú, víst. Ég fékk skilaboð frá honum fyrir mörgum vikum síðan. Hann sagðist vita að ég vildi fara burt. Hann vildi hjálpa mér, svo hann sendi njósnara sína til að finna mig. Gæsalöpp. Njósnara. Gæsalöpp. Já, það eru margir jarðarbúanjósnari í Kalkíu. Gæsalöpp. Alvar lagði höndina á höfuðið. Hann gekk herbergið. Jæja, keisarinn hafði hjálpað kalknesku barni að strjúka. Hann skildi bara ekki hvers vegna. Þetta er ótrúlegt, andvarpaði hann að lokum. Eftir smástund talaði Maja aftur. Já, reyndar, ég hef fleira að segja, sagði hún lágri röddu. Alvar sneri sér við og leit á Maju. Hvað gæti verið fleira að segja? Hugsaði hann. Að lokum spurði hann, og hvað er það? Gæsalöpp. Maja horfði í augu hans. Faðir minn. Gæsalöpp. Hvað með föður þinn? Spurði Alvar lágri röddu. Faðir minn er keisari Kalkverjana. Gæsalöpp. Kafli 2 upprifjun. Samantekt. Stelpan úr hylkinu vaknar og byrjar að tala. Hún heitir Maja. Hún er Kalkverji. Hún er 13 ára gömul. Fyrst segist Maja hafa farið vegna foreldra sinna. Seinna gefur hún aðra ástæðu. Hún er hrædd að Kalkverjarnir muni ekki lifa stríðið af. Þá spyr Alvar hvernig Maja hafi komist til jarðar. Að lokum segir hún honum að Valur keisari hafi hjálpað sér. Svo bætir hún því við að faðir hennar sé keisari Kalkverjana. Orðaforði. Sifjulegur. Atti. Hægri svigi. Slepi. En. Hægri svigi. Drug. Óatókalm dofn. Nein. En. Hægri svigi. Hust harmítraun. Hægri svigi. Attempt. Vinna. Hægri svigi. Svíeti. Öseð og vafemai. Neitur. Atti. Hægri svigi. Hust innjureð. Jæta tóló og after tóka for. Ungsa tó ignor. Einmanna. Atti. Hægri svigi. Lonneli. Íta eftir tóló og after tóva tóver. Strjúka tórunnavi. Eins og það á að vera asits hóldbe, ríkt. Komast að tó finndógut. Yfa af tó surfi við gríðarlegur. Atti. Hægri svigi. Hug. Afleiðing. Hægri svigi. Result séunsekveng. Í landsvísu onna national level þjóðlega. Hægri svigi. Internationalli. Ljóðlega. Hægri svigi. Kíetli inna kíet voise. Ólinmóður. Atti. Hægri svigi. Patent. Vannur. Atti. Hægri svigi. Ösið tó, akkaustómið tó snöglega. Hægri svigi. Sötenli, abrufli jósnari. Hægri svigi. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 6. Í fyrstu. Neitar Maja að tala. B. Er Maja mjög taugaóstyrk? C. Talar Maja mikið? D. Vill Maja tala við föður sinn? 7. Maja útskýrir að hún hafi strokið að heiman. B. Hafi verið rekin að heiman. C. Sé týnd. D. Viti ekki hvar hún eigi heima. 8. Maja segir líka að fjölskyldan elski sig mjög mikið. B. Að hún þekki ekki foreldra sína. C. Að hún elski fólkið sem sér hana mjög mikið. D. Að hún sé ekki ánægð með foreldra sína. 9. Þegar Alvar spyr hver hafi hjálpað henni svarar Maja að keisari Kalkverjana hafi hjálpað sér. B. Valur hafi komið til sín persónulega. C. Valur hafi sendt jarðarbúanjósnara. D. Kalkneskir njósnarar hafi hjálpað sér. 10. Af hverju gæti það verið vandamál að vera með þessa stelpu á jörðinni? A. Hún er hrædd. B. Hún er dóttir keisara Kalkverjana. C. Hún er kalkneskur njósnari. D. Alvar vill ekki að hún fari heim. Kafli 3 sannleikurinn. Bandstrykk. Alvar gat ekki trúað þessu. Maja var dóttir keisara Kalkverjana. Stelpan gæti valdið glundroða allan heim. Og allt vegna þess að hún var einmanna. Vegna þess að hún trúði því að Valur keisari skildi vandamál hennar. Hvað var hún búin að gera? Upphrópunarmerki. Svo áttar Alvar sig á svolitlu. Þetta var ekki á ábyrgð stelpunar. Hún vissi í rauninni ekki hvað hún hafði gert.
Hún var bara döpur, og maður að nafni Valur hafði hjálpað henni. Það var hann sem var vandamálið, keisarinn. Hann bar ábyrgðina. Hvað var hann að hugsa? Alvar þurfti að komast að því. Alvar fór út úr húsi Klöru. Hann fór upp í ökutæki og keyrði inn í höfuðborgina. Þegar hann var kominn, fór hann beint á skrifstofu keisarans. Snögglega gekk öryggisvörður í veg fyrir hann. Þér er bannað að fara inn, sagði vörðurinn. Alvar var hissa. Bannað. Ég verð að tala við Val keisara. Veistu hver ég er? Ég er ráðherra. Gæsalöpp. Þetta er skipun frá keisaranum. Þú færð ekki aðgang, Alvar. Gæsalöpp. Alvar hugsaði hvað hann ætti að gera næst. Hann þurfti að tala við Val keisara. Án þess að hugsa, sló hann vörðinn á höfuðið. Vörðurinn datt á gólfið. Alvar tók vopn varðarins og fór inn á skrifstofu Val. Keisarinn sat í stólnum sínum. Hann virtist þreyttur. Alvar, hvað vilt þú? Dæsti hann. Af hverju var mér ekki sagt frá barninu? Gæsalöpp. Hvaða barni? Gæsalöpp. Keisari, ég er ekki heimskur. Gæsalöpp. Valur þagði. Allt í lagi. Ég hætti að þykjast. Hvað vilt þú vita? Gæsalöpp. Hvers vegna er dóttir keisara kalkverjana hér? Af hverju gerðir þú það? Rödd hans varð sterkari. Það er ekki stefna okkar að nota börn. Gæsalöpp. Valur stóð upp. Svo hrópaði hann, það er ekki stefna okkar að tapa stríðum. Gæsalöpp. Alvar horfði á Val. Síðan spurði hann, af hverju sagðir þú mér ekki frá þessu? Gæsalöpp. Ég sagði þér ekkert af aðeins einni ástæðu. Gæsalöpp. Og hver er hún? Gæsalöpp. Keisarinn leit niður. Ég vissi að þú myndir ekki samþykkja þetta, svaraði hann. Ég vildi ekki að þú hefðir áhrif á ákvörðun mína. Valur hafði rétt fyrir sér. Auðvitað myndi Alvar ekki vilja að barni yrði blandað í stríð. Það var einfaldlega ekki í lagi. Hvað ætlar þú að gera við hana? Spurði Alvar svo. Við Maju. Við ætlum að gæta hennar. Hún er bara barn, sagði keisarinn. Alvar treysti honum ekki. Það er ekki það sem ég átti við, hélt hann áfram. Ég meinti, hvað á nú að gerast? Hvað gerist þegar kalkverjarnir komast að þessu? Verður hún fyrir meini? Gæsalöpp. Þetta eru góðar spurningar. Allar þeirra, sagði keisarinn rólega. Alvar horfði á keisaran. Hann neitaði að samþykkja auðvelt svar. Keisarinn fór að tala aftur. Kalkverjarnir vita að Maja hefur strokið. Svo þagnaði hann stund. En þeir vita ekki til hvaða plánetu hún fór. Þeir vita ekki heldur að jarðarbúanjósnari hafi hjálpað henni. Svo þannig sér þú að þeir vita eiginlega ekki neitt. Hann leit varlega á Alvar. Keisarinn vildi úrskurða hvað Alvari þætti þetta. Og hvað ef þeir komast að því að þú hjálpaðir henni? Þeir geta alls ekki komist að því. Njósnararnir munu ekki segja frá. Enginn hér veit af þessu. Punktur, nema þú. Gæsalöpp. Alvar gaf sér tíma til að hugsa. En hvers vegna? Spurði hann. Hann skildi bara ekki rök keisarans. Af hverju að blanda ungu barni í þetta? Af hverju að taka hana í burtu frá foreldrum sínum? Gæsalöpp. Vegna þess hverjir foreldrar hennar eru, svaraði Valur. Keisarinn leit á Alvar eins og hann væri heimskur. Sérð þú ekki kostina? Við erum nú með dóttur keisarans. Við getum notfært okkur hana. Til að hafa stjórn á kalkneska keisaranum. Til að fá vald. Til hvers sem er eiginlega. Gæsalöpp. Valur virti Alvar vandlega fyrir sér. Hafði það sem hann sagði áhrif á hann. Það var ekkert að sjá á svipnum á Alvari. Skilur þú þetta núna? Hélt hann áfram. Við getum notfært okkur Maju til að ná fram því sem við viljum. Við höfum kalkneska keisaran í hendi okkar. Og allt vegna þess að heimska litla stelpan hans vildi fá meiri athygli. Valur hló hátt. Þetta var hlátur sem lét kalt vatn renna milli skinns og hörunds á Alvari. Alvar leit á keisaran. Þetta var maður sem Alvar hafði alltaf treyst. Maðurinn sem var Alvari svo mikilvægur. En nú fann Alvar ekki fyrir neinu nema viðbjóði. Valur var að notfæra sér barn til að ná því fram sem hann vildi. Alvar brosti og sagði, ég skil nú allt til fulls, keisari. Eins og þú vilt. Gæsalöpp. Alvar sneri sér við og gekk út af skrifstofu keisarans. Hann gekk hratt götur höfuðborgarinnar.
Alvar kunni mjög illa við það sem var að gerast. En hann mátti ekki láta það sjást á sér. Ef keisarinn kæmist að því að hann væri á móti honum yrði Alvar drepinn. Alvari datt aðeins ein manneskja í hug sem gæti hjálpað. Ein manneskja sem keisarinn hefði ekki áhrif á. Hann þurfti að tala við hana. Alvar tók eitt af ökutækjum stjórnvalda. Hann keyrði hratt að bænum hennar Klöru. Hann bankaði á dyrnar. Klara, ert þú þarna? Klara opnaði dyrnar. Já, svaraði hún. Hvað er að? Gæsalöpp. Er stelpan ennþá hér? Spurði Alvar. Já, auðvitað. Það er ekki ennþá búið að fara með hana til höfuðborgarinnar. Gæsalöpp. Gott, svaraði Alvar. En það er ökutæki á leiðinni, bætti hún við. Ó, jæja, við höfum þá minni tíma en ég ætlaði. Við verðum að flýta okkur, sagði hann stressaður. Farðu með mig til hennar. Gæsalöpp. Alvar og Klara gengu inn í svefnherbergið. Stelpan svaf vært. Þurfum að fara, sagði hann. Fara. Fara hvert? Spurði Klara. Við. Alvar leit í kringum sig. Hann gat engan séð. Hvar eru verðirnir? Gæsalöpp. Þeir eru við hylkið. Gæsalöpp. Gott, sagði Alvan. Nú höfum við tækifæri. Gæsalöpp. Tækifæri? Spurði Klara. Hún virtist ringluð. Til að taka Maju í burtu, svaraði Alvar. Klara settist niður. Hún leit á Maju. Stelpunni virtist líða vel í fyrsta skiptið. Þig langar að fara með Maju út úr höfuðborginni. Gæsalöpp. Nei, ég vil fara með hana burt frá plánetunni. Gæsalöpp. Hvað þá? Sagði Klara. Af hverju? Gæsalöpp. Maja er ringluð og einmanna lítil stelpa. Valur keisari vill bara nota Maju til að ná valdi yfir keisara Kalkverjana. Gæsalöpp. Alvar útskýrði áætlanir Val keisara fyrir Klöru. Klara gat hreinlega ekki trúað því. Skilur þú þetta núna? Spurði Alvar. Ég vil ekki að Maju sé gert mein. Ef við komum henni ekki heim á hún enga möguleika. 22. Við. Gæsalöpp. Við þurfum að fara með hana til Kalkíu. Ég get ekki gert það einn, Klara. Ég þarf á hjálp frá þér að halda. Gæsalöpp. Klara hugsaði sig smástund. Hún leit á litlu stelpuna. Svo leit hún út gluggann. Loks leit hún á Alvar og sagði, hverju hef ég að tapa? Gæsalöpp. Klara sagði Maju að þau ætluðu til höfuðborgarinnar. Þau fóru öll upp í ökutæki Alvars. Alvar keyrði í marga klukkutíma. Næsta geimstöð var langt í burtu. Á leiðinni svaf Maja. Við komuna sagði Alvar öryggisvörðunum að þau væru að vinna að leyniverkefni fyrir stjórnina. Öryggisverðirnir sögðust ekki segja neinum frá því. Klara og Alvar báru Maju í nálægt geimskip. Þau fóru burt frá stöðinni án vandamála. Maja vaknaði þegar geimskipið fór á loft. Hún var ekki ánægð. Alvar hafði samúð með henni. En hann vissi að þau voru að gera það rétta. Ferðin í gegnum geiminn tók nokkrar vikur. Geimskipið nálgaðist Kalkíu. Alvar talaði í talstöðina, þetta er jarðarbúa geimskip númer 12913. Ég þarf að tala við keisara Kalkverjana. Ég er Alvar, ráðherra keisara jarðarbúa. Gæsalöpp. Það kviknaði á talstöðinni. Af hverju vilt þú tala við keisaran okkar? Sagði öryggisvörður. Við erum með dóttur hans með okkur. Gæsalöpp. Það þagnaði í talstöðinni. Stuttu seinna sá Alvar viðvörun á tölvuskjánum. Kalkneskar herdeildir voru á leiðinni. Þær biðu nálægt geimskipinu. Allt í einu kviknaði aftur á talstöðinni. Látið okkur fá Maju. Annars deyið þið, sagði rödd. Þið drepið okkur ekki, sagði Alvar með fullvissu. Ég vil tala við keisaran ykkar. Svo bætti hann við. Núna. Gæsalöpp. Aftur þagnaði talstöðin. Stuttu seinna heyrðist kraftmikil rödd í talstöðinni. Þetta er keisari Kalkverjana, tilkynnti röddin. Látið mig fá dóttur mína, sagði hann og þagnaði svo. Og þá leyfi ég ykkur að lifa. Gæsalöpp. Við skilum Maju tilbaka með einu skilyrði, svaraði Alvar. Þau biðu. Hvað er það? Svaraði röddin. Það þarf að komast á friður milli jarðarbúa og Kalkverja. Gæsalöpp. Keisarinn þagði í nokkrar sekúndur. Af hverju skildi ég trúa þér? Gæsalöpp. Vegna þess að við erum komin tilbaka með dóttur þína, svaraði Alvar.
Vegna þess að ég veit að stríðið hefur verið erfitt fyrir alla. Hugsaðu bara efnahagsvandamálin. Hugsaðu hungrið og sársaukan. Báðir heimarnir okkar eru búnir að vera. Þessu þarf að ljúka. Gæsalöpp. Tagllstöðin þagnaði aftur. Loks heyrðist röddin aftur. Í þetta skiptið var hún mýkri. Ég er sammála, andvarpaði keisarinn. Og ég samþykki þetta. Látið mig fá dóttur mína og við vinnum að því að stilla til friðar. Gæsalöpp. Kafli 3 upprifjun. Samantekt. Alvar talar við Val keisara. Valur vill notfæra sér Maju í stríðinu á móti kalkverjunum. Alvar er ekki sáttur við áætlun hans. Hann lætur Val ekki sjá hvað hann er að hugsa. Hann fer tilbaka að bóndabæ Klöru. Alvar og Klara taka Maju inn í geimskip. Þau fara til Kalkíu. Þau tala við keisara kalkverjana. Þau bjóðast til að skila Maju en keisari kalkverjana verður að samþykkja frið. Þau komast að samkomulagi. Loksins lýkur stríðinu. Orðaforði. Ilundróði. Hægri svigi. Chaos. Itacio Torrealis. Skipun. F. Hægri svigi. Order Seomand. Slát og hitt. Eitt nýkjast tóakt tó pretend. Stefna. F. Hægri svigi. Póliki. Írskurða tó jutki. Notfæra. Sýr. Tóus. Fóróur purposes. Svipur. Hægri svigi. Expression. Fasi. Afa einhvern í hendi sér tó hafi somebody in own essence tó sjóntról sjónbleteli. Viðbjóður. Hægri svigi. Díshust. Letta í hug tó okkjör tó betóudók. Damka tó knokk. Ynglaður. Ati. Hægri svigi. Sjónvusið. Nöguleiki. Hægri svigi. Chances possibility. Stöð. F. Hægri svigi. Station. Eini verkefni. Hægri svigi. Secret jobb. Afa samúð með tó fel sorry for tó hafi sympathy for nálgast tó aprók. Allstöð. F. Hægri svigi. Radio. Minna en vikna tó komi on viðvörun. F. Hægri svigi. Varning er deilt. F. Hægri svigi. Military unit skilyrði. Hægri svigi. Séunditjón mjúkur. Ati. Hægri svigi. Soft. Skilningsspurningar. Veljið aðeins eitt svar við hverri spurningu. 11. Alvar keyrir burt frá bænum hennar Klöru og fer svo. Á veitingahús. B. Að hylkinu. C. Til höfuðborgarinnar. D. Heim til sín. 12. Alvar áttar sig á því að Valur keisari. A. Segir ekki satt. B. Vill frið. C. Segir alltaf satt. D. Er vinur keisara kalkverjana. 13. Alvar ætlar að. A. Skila barninu heim. B. Vera áfram með barnið. C. Drepa barnið. D. Gera ekki neitt. 14. Maja A. Er glöð yfir því að fara heim. B. Vill ekki lifa áfram á jörðinni. C. Vill hringja í foreldrana sína. D. Er ekki glöð yfir því að fara heim.